Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Eins og alltaf þá bið ég ykkur að smetla á like og subscribe líka ef þið viljið vera svo góð og ef þið hafið áhuga á að fjalla eitthvað eða spyrja spurningum eitthvað sem að við tölum hérna saman í þættinum að þá setjið endilega komment fyrir neðan eða skilaboð og við sjáum til hvort við getum ekki svara spurningunum. En gestur minn í dag er hann Rúnar í Mamma veit best og það er auðvitað best að kynna þið bara svoleiðis Rúnar. Velkomin, því að Takk þannig fyrir það. þekkir fólk þig. Þú ert búin að vera á heilsuvörumarkaðnum með Mamma veit best í 16 ár. Já, Þannig bara til hamingju með árangurinn takk fyrir það. og hérna allt. Hversu lítið var fyrirtækið í upphafi og hversu mikið hefur það stækkað á þessum 16 árum? Já, fyrst byrjaði ég raunverulega sem innflutningsfyrirtæki með magnísíum eftir slökun. Já, En ég var að vinna áður í góð heilsugulli betri í nokkur ár og rak hana fyrir vinn minn. já, Þannig ég er búinn að vinna, komin yfir 23 ár held ég í heilsu, bransanum sko, heilsugeiranum. það er dásamlegt. Já, þannig að Mikið þetta finnst. byrjaði raunverulega bara sem heilsala. Já, Og svo byrjuðum við að flytja inn bætiefnin, það bættist oná, aðra vörur, önnur merki og við vorum aðalega bara að dreifa í apótek og heilsubúðir þeim tíma. já, Svo 2012 þá stofnum við heilsubúðina, Mamma veit best líka. ok, Þannig, þegar hún er ánum 14 ára. já, Já, það er bara uh, með það. Hún já, er takk ánum fyrir, yngur. takk fyrir það. En, Og en sko, þú ert með mikið af fólki sem er svona reynslu mikið, þannig að unglingur fær góðan stuðning. algjörlega, ef að, þú veist, þegar starfsmenn byrja að vinna hjá okkur, ef þeir eru ekki oftast starfsmenn sem þeir ráðum er náttúrulega fólk sem er búin að vinna í heilsugeiranum í, þú veist, 5, 10, 15 ár, eitthvað svoleiðis, 20 ár jáfnvel. Já, Uh, en ef að einhverjir svona yngri aðilar byrja að vinna hjá okkur, þá fá þeir mjög mikið stuðning sko. Og þau læra margt mjög fljótt og svo náttúrulega viljum við líka endilega að þau lesi sér til og læri líka. Þú veist, og við erum að rýna onni í greinar bæði frá PubMed, þú veist, peer reviewed studies, við erum líka að skoða bara flottustu vítamín og steindamerkin ekki bara í Bandaríkjunum heldur víða heim. en, Og svo tölum við sérfræðinga líka. já, þannig þið eru alltaf að læra. Við erum alltaf að læra sjálf, við hættum aldrei að læra. Við lærum eins lengi og við lifum og við lifum svo lengi sem við lærum. Sko. Já, já, ég er alveg saman að því. Það er alltaf eitthvað nýtt til þess að læra. Þannig að hérna, kannski hefur sér enginn ykkar alltaf verið að þið geti frætt fólk. Raunverulega já, ég var einhvern veginn að fara yfir það samanlögð reynsla eða svona árafjöldin sem fólk hefur starfað í heilsugeiranum örugglega samkvæmt öllu starfsmönnum okkar 70-80 ár, eitthvað svoleiðis. Samanlögð reynsla, sko. Samanlega reynslega. Já, í heilsugeiranum. Já, þannig ég Og veit það að skiptir máli. það skiptir mjög miklu máli því að hérna, sko, það er náttúrulega að hafa orðið mikla breytingar á þessum heilsuvörum á þessum 16 árum frá því að þú byrjar að reka heildsölu Já. og og það er náttúrulega ljóst að mikið af þessu hefur flust inn í stórvörumarkaði. Já, mjög mikið. Eina vandamál þar er, jú, það er frábært að hafa nógu mikið úrval fyrir alla og þetta sé aðgengilegt alls staðar, en fræðslan þá skortir. Þannig að þú þarft á að vita raunverulega hvað þú ert að leita að, en það er alltaf jákvætt líka í dag. Margir eru farnir að leita mjög mikið, sérstaklega það er svo mikið heilsukvilla í dag og fólk er með alls konar skaða, þú veist, af völdum alls konar efna í umhverfinu okkar, úr bóluefnum, úr öðru efnum. Já, Og þá getur að leita sjálfsvara, bæði að nota gervigreind og líka skoða hvað aðri færi sérfræðingur og læknar er að gera erlendis já, og þá er oft hægt að ganga að þessum vörum en það er mjög erfitt að ganga að sérvöru í stórmörkuðum með apótekum en þú getur komið til okkar eða eitthvað mjög sérvara sem að þú þarft að fá. já, já, sértækar lausnir. Já, sértækar lausnir. Já, en hérna, sko, hvað ítti þér af stað í upphafi? Þegar ég fór raunverulega að stunda hugleiðslu og fór að stunda hlaup að þá svona fór ég að skoða allt, bara mataræðið, þú veist hvað myndi hjálpa mér að hlaupa betur, líða betur, sjálfur hafði ég lent í bílslysum, 2 eða 3, þannig ég var með smá gigtareinkenni eða gigtarverki, Já, kallast fjölvöðugikt, ég meina,
En það er raunverulega bara fasíubólgur, ég er raunverulega að finna það oft, ég er með svona verki í fasíunni, þannig ef ég er að æfa bardagalistir eða eitthvað annað, þá tekur mig alltaf svona örugglega einum degi lengur að hefna mig heldur en aðrir. Já, ég Þú skil. veist, ég verð mjög stífur, sko. Já, en þetta er sko með fasíuna, þetta er eitthvað sem er nýtt að koma upp núna og það er ekki, hefur ekki verið mjög mikið rætt að hún skiptir máli og hún er þetta, hvað ég segja, magabelti innra með Já, okkur sem að í já, rauninni heldur öllu saman en, já. en hvaða áhrif, hvað getum við gert ef við fáum svona innri stífileika? Sko hraðasta leiðin til að losa stífleikann eru teygjuæfingar, rólegar teygjuæfingar, heit sturta eða heitt bað og setja þá Epsom salt og kastorolíu í baðið. Margir eru líka að upplifa núna mikinn þurrk í húðinni. Það er líka þegar við erum ekki að drekka mikið vatn en aðalega er það vegna þess að okkur vantar olíur, okkur vantar omega 3 Já, sérstaklega, líka omega 6 og omega 9 en í miklu minna formi heldur en, eða miklu minna magni heldur en omega 3. Og ég set kastorolíu út í baðkarið og svo set ég líka Epsom salt og það hjálpar náttúrulega fasíun að losa upp. En töfralausnin mín er raunverulega sítróna. Ég myndi að sítrónusafinn, hann er bara töfralaust við þessu. já, ég veit að ég er náttúrulega, ég hef komin til í þessum þú ert með fullan kassa af sítrónum því þú fer ekki búið að kaupir einu eða tvær, þú Nei, kaupir nei. fullan kassa. Þannig hvernig ertu þá að nota sítrón eins og við skulum segja sért að vinna með að losa fasíuna, hvernig ertu þá að nota hana? Það var mjög gott að taka 2 lífrænar sítrónur, kreista í volgt vatn, heitt vatn, taka smá klípa kænpipar og vilt eða smá sjávarsalt, sumir setja ólífuolíu en það er ekkert, verður ekkert að gera það og svo drekkur skóla svo munnin út af sítrónusýrunni sem er ekki góð fyrir tennurnar en hún er alltaf súr en hún verður basísk þegar hún fyrir líkamann. Og svo býði ég svona 20 mínútur, hálftíma og þá get ég fengið mér, ef ég langar í svart kaffi eða ég ætla að fá mér morgunmat eða hvað sem er. Þannig að ef ég fæ allan fyrstu 20 mínúturnar að hún er að vinna, hún er að eyða gallsteinum, hún er að eyða nýrnasteinum, hún er að eyða bólgum, hún er full af kalki, kalíum og magnísjum og C-vitamíni og svo er hún með þessu citrus bioflavonoids sem að eyða bólgunum. Og ég finn alveg greinilega mun að hún er líka að eyða oxalkristöllunum. Og það er það sem að fólk með gigt er að berjast mest við, það er mataræðið hjá þeim, er stærsta vandamálið. Þesta hindrunin til bata getur Já, við stætt alveg örugglega og ég einmitt, sko minnst áhugavert og talir um oxalsýru af því ég er búin að vera náttúrulega að stúdera það mjög mikið upp á síðkastið út af því að ég var greinilega komið með alveg ofhleðslu af oxalsýrum í líkamann vegna þess að hef verið að taka á þessu síðan í ágúst í fyrra og ég er enn að fá sko kristalla sem kom úr augunum á nóttunni. já, Þannig að oxalsýran finnur sér marga leiðir til að koma út, já, meðal annars í gegnum það. Þannig að ég væri mjög þakklátt ef við myndum vilja senda nákvæma uppskrift af þessu með sítrónu já, saman, þannig bara senda mér svona smá sem ég get sett undir þetta myndband því að þegar fólk heyrir svona ráðleggingar þá var þetta alveg örugglega prófaðar. já. Ég skal skrifa upp uppskrift sem er ekkert mál að gera heima Já, og þá nota fólk annarkvort líka ef það vill til dæmis fara á kúr og taka nokkra daga og losa sig algjörlega við oxalsýruna, oxalkristallana sem er búið að myndast og losa sig við lektíns sem er já, prótein sem er mikið í grænmeti og baunum og höfrum. já, Og þá náttúrulega er frábært að gera þá raunverulega bara kreista kannski 2-3 flöskur yfir daginn í vatni með kænpipar og þá notar annarkvort hlynsirúp eða þú ert vegan eða hrátt hunang. Og ég hef hoppað á milli að nota bæði af því að hráa hunangi er líka svo næringarríkt. já. Mér finnst þetta áhugavert en ég vil aðeins minna á hennar varnarorð hennar Sally Kay Norton sem hefur skrifað mikið um oxalsýru í mat og í líkama okkar og annað þess að sagði sem hún varar okkur við því að hreinsa of skart. Já, þú getur náttúrulega fengið detox einkenni, hergsamir einkenni og fleira Já, og það er líka, ef maður ætlar að fara í langan kúr, ég er ekki hræddur við að fólk taki 1, 2, 3 daga, en ef ætlar að taka lengur en það, þá þarf þetta undirbúið áður en ferð inn í hreinsunina og já, svo þegar þú ferð út úr henni þá þarftu líka að gera það á réttan hátt. ég skil. Af því að sítrónan náttúrulega mun eyða upp gallinu og mun eyða í burtu magasýrum, þannig að þegar maður byrjar að borða aftur ef maður er kannski búinn að taka 10 daga, þá getur ekki raunverulega brotinu fæðu og hún bara rennur beint í gegnum.
já, Þá þarf að drekka appelsínusafa, lífrænan, kreista bara lífrænar appelsínur, drekka það í svona heilan dag og svo næsta dag þá máttu kannski byrja að borða smá salat eða fóðið súpu, kannski nokkur egg, eitthvað svona, bara byrja rólega, sko. Já, ég veit, en þetta er alltaf svo flókið, sko, sérstaklega þegar það er sagt, þessum við skulum, ég held fyrir þennan þátt að við bara halda okkur við sítrónu safann og hvað hægt er að gera með hann, því að það er í rauninni það sem að er kannski einfaldast í þessu, en það sem ég langar aðeins líka að ræða við það er náttúrulega búið að verða heilmargar breytingar á þessum heilsuvöru verslana markaði og hægt er að kalla hann það þó það sé ekki margar verslanir. Þið eru Nei. eiginlega orðin bara ein með svona sérfræði þekkingu, þú og þitt starfsfólk í Mamma veit best og systurnar í systrasamlæginu. Já, svo náttúrulega kom á markaðinn, 2 ár síðan eitthvað seiðkallinn, það Já, hefur hjálpað líka. já, Því miður þá lokaði síðasta heilsuhúsi núna 1. febrúar. já, Það er ekki gott að það séu svona fáar heilsuverslanir. Það er betra að sé gróska á markanum já, og samkeppni er heilbrigð og holl já, og þeir getur verið, og kannski seiðkallinn eða systrasamlagið eða heilsuver, þeir eru kannski að gera eitthvað sem að veitir okkur innblástur að við förum að skoða eitthvað sem þau eru að gera og þau eru kannski að skoða sem við erum að gera. Þannig að það getur verið að hjálpa hvort öðru. En ef að markaður verður rosalega þannig að það er erfitt fyrir fólk að nálgast hágæðavöru, það er ekki jákvætt. nei, ég er alveg Þannig að sammála í því. já. Hefur nokkuð tíma spáði að setja upp símatíma í verslunni þannig að fólk geti hringt og fengið ráð í gegnum síma ef það býr út á landi til dæmis? Já, sko, fólk er að hringja til að fá ráð, þannig að við höfum aldrei verið með sérstakann símatíma, Nei, en fólk getur alltaf hringt og talað við okkur. já, 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 Það er ekkert mál, sko. já. Og við getum reynt að ráðleggja eins og hægt er í gegnum síma. Já, já. Ég er alveg samanlegaður að mér finnst sorglegt að þessar verslanir hafi horfið af sjónarsviðinu og ég sérstaklega eins og heilsuhúsið og líka jurtaapóteki hjá henni Kollu vegna þess að jafnvel þó þessi flutt inn í apótekin, það verður aldrei sama. Nei, ég meina, svona það gæti verið að þau fari núna að sjá það, þau þurfa að læra meira vítamín og bætiefni og jurtir Já, og það er þá jákvætt ef þau gera það. já, já, Það er jákvætt, þegar það er alltaf frábært ef að þau eru tilbúin til að leggja á sig það já, og það er verið að gera það fyrir viðskiptavini, fyrir kúnnan. já, já, Þetta er meira sem ég veit, þá er ég að hjálpa kúnnanum. það er sjálfsögð. Það er það sem gengur út á. Það gengur út á það. En seg mér annað að því að við vorum aðeins að spá í, sko, ég er að spá í steinefni, mikilvægi steinefna fyrir fólk. Já, sko steinefni er mikilvægasti partur á öllu. Líkamann okkar er búið til úr 102 málsvöldum. Þannig að ef við fáum ekki þessi málsvöld þá byrjar eitthvað að brotna niður eða þá minnkar brennslan hjá okkur, ónæmiskerfið fyrir niður og við raunverulega ef þú hefur ekki steinefni þá getur ekki nýtt vítamín. Allt Já, byggist þú á meinar steinefni. það að við þurfum að hafa steinefni fyrst og Já. svo getum við nýtt vítamini. Já, 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 það er tilgangslaust að vera að drekka fullt af vítamíni og ef hefur ekki steinefni líka og nú ert ekki að taka steinefni fyrst, sko. Þau getur alveg verið saman í blöndu, það er allt í lagi, en svo mikill fókus hefur oft verið hjá heilbrigðiskerfinu að leggja áherslu á kalk, en það eru mistök vegna þess að beinin eru búin til úr 12 mismunandi steinefnum, ekki bara kalki. já, Og uppsöfnun á kalki er mjög stórt vandamál. Þar sem það veldur kölkun líffæra og svo safnast það fyrir í hálsliðum. Þannig að og líka, já, og svo getur kalki safnast utan á beinin og þá veldur það veikum beinum eða brittle bones eins og það kallast. já, En við þurfum alltaf meira magnísjum heldur en við þurfum kalk. Því að magnísjum er að gera í kringum 400 mismunandi hluti í líkamanum. Já. Og númer 1 er súrefni, númer 2 er vatn, númer 3 er magnísjum. Og ef við höfum þessi grundvallaratriði í lagi, Já. þá er svo margt sem við getum lagað. Að vera anda rétt, djúpöndun, drekka nóg vatn og svo taka gott form eða góð form af magnísjum. Ekki endilega bara eitt form, þú getur tekið sítrat, glúkonat, þú getur verið með fúmerat, þú getur verið með malat, þú getur verið með glycinate, þreonate fyrir heilan. Við þurfum ekkert eða tórit fyrir hjarta og æðakerfi, við þurfum ekkert að segja að eitt sé betur en annað. Þau eru að gera mismunandi hluti af því að magnísjum er bundið við mismunandi sýrur. Þannig að í rauninni sko er við vel stödd ef við tökum nokkrar tegundir af magnísíum. Já, þú ert betur stödd þannig. Já, Já, miklu betur stödd. Eins og ef ég er að hlaupa mikið, já, það er eiginlega ekkert sem virkar á mig nema magnísjum-sítrat. Af því að það safnar svo mikið mjólkursýra og ég er mjög stífur, að þá tek ég sítratið og það losar algjörlega. Þá tek ég bara kalmið og það losar allt út. Og ef ég er að stelast í
þú veist, maður getur ekki alltaf verið eitthvað heilagur, sko, maður vill fá sér snakk, maður vill fá sér stundu súkkulaði og eitthvað svona að gera sér glaðan dag og þá Já, er gott að geta fengið sér svoleiðis á kvöldir á með fyrir að sofa, bara Maxi sítrat, já, bara Kalmið eða eitthvað annað brand já, og þá losar út þegar þú vatnar. já. Ég er alveg samanlega. Það er engin svo 100% fullkomin hann far ekki eitthvað aðeins út af og mér sé að eru margir sem tala um svinddaga Já, já, og eina sem er sko að það er kannski allt í lagi verið með svinda einn dag í viku eða tvo dag í mér mánuði. finnst það með svo svolítið mikið, þetta er vikuna, það er alltaf lægi. En ég segi svona Já, sko, eða tvo dag í mánuði eða eitthvað þess já, en stundum verða svinddagarnir ansi margir í röð hjá fólki. já, Þá er það ekki þá er það ekki að gera sig sko. Þannig að já. þetta er svona, við þurfum að halda balans á þessu öllu. Já, við þurfum líka að læra svona ákveðna svona list sem er að segja nei, að kunna segja nei, að kunna segja nei við því sem er óhollt og það sem við vitum að er ekkert gott fyrir okkur Já, og læra að segja já við því sem er hollt og gott. En líkaminn og hugurinn eru rosalega góðir, sérstaklega hugurinn að plata okkur og segja nei, þú verðskuldar að sofa eins lengur, nei, það er rigning úti og þú þarft ekki að fara út að labba eða hlaupa eða hjóla eða eitthvað. Nei, slakaðu bara aðeins á og legðu og fáðu þér smá nammi og horfa á Netflix. Þú veist, hugurinn okkar er rosalega magnar í þessu alltaf að plata okkur. Það er raunverulega það egoið sem gerir þetta. Já, já. En við þurfum að læra þetta og svo líka svo áhugavert að við eigum það til að segja ég verðskulda þetta, að ég er búin að svo duglegur eða ég er búin að svo dugleg, þannig ég ætla að fá mér eitthvað sem er eitrað, eins og eitthvað lélegt nammi, eitthvað lélegan drykk, eitthvað bjór eða eitthvað hvað sem það er og við erum að velja okkur. En af hverju getur ekki velja þau bara með þara? já, Eða það sem já, er heilsusamlegar, ég er alveg samanlega. já, eða bara eða einhverjum heilsusöfum. Ég meina, þetta er svo fyndið að við gerum þetta alltaf svona. Ég áttu skilið, en áttu skilið að eitra fyrir þér. Já. Nei, ég meina það er alltaf að drekka, óhollt, en maður verður að vita líka þá að vera með eitthvað á móti. Og Já. helst að vera 90% hollt og kannski 10% af og til getur verið hér og þar. Já, mér langar aðeins að því þú talaður um steinefni, er þá til dæmis sko þegar maður er að nota Himalaya-salt þá er náttúrulega snefill af mjög mörgum steinefnum í Himalaya-saltinu. Jú, það eru 72 málsöld Já, í Himalaya-saltinu já, og í íslenska sjávarsaltinu eru 82 málsöld. sem er náttúrulega ótrúlega flott. Já, þannig að þú getur tekið bæði raunverulega, setta í teskeið, Já, hálfa teskeið, 2 á dag, setta í voltvatn og drukkið og já, þú ert að losna við bjú, þú ert að losna við alls konar vandamál, þú getur losnað með þessu við svefnvandamál, bara með það að fá nógu söltum. það er svolítið áhugaðið sko út af því að þú talar um það að hægt að taka inn sölt og losna við bjú, Já, að því að fólk byrja alltaf að segja, notar svona mikið salt, þú fær bara bjú og ég veit ekki hvað sko, þannig að þú veist, það er akkurat öfugt við það sem fólk heldur í já, raun. já, vegna þess að söltin eru fullt af söltum, ekki bara natrium. Já, Þú veist, þú vilt ekki vera að fá borsalt, Nei. það er að valda bjú, já, það er ekki gott fyrir líkamann borsaltin. nei, það er hérna. Ég meir sé að er svo gróf sko að ég fer mjög gjarnan með saltstökin með Himalaya-saltinu með mér í ferðalög til útlanda, þú veist, til þess að fá bara akkurat saltið sem ég vil. En svo hefur verið líka með hérna annars konar steinefnablöndu í svona síladít, er það ekki? Jú, við erum með Silajit frá hérna Síberíu og það Silajit er raunverulega 77% fulvic acid og fulvic acid sýran, hún er að hreinsa burtu plastefnin úr líkamanum. Við erum að innbyrða cirka heilt kreditkort á viku á plastefnum, svo náttúrulega erum við að fá fullt af þungmálmum í okkur. Já. Og fulvic sýran losar þetta út af líkamanum, hún gefur líka humic acid sem er líka detoxandi, hún er líka að gefa okkur svona 85 málsöld á steinefni, við erum að fá D-vitamin, við erum að fá fitusýrur, við erum að fá allar aminosýrurnar og önnur vítamin. Þetta er bara brilljant efni, ég elska fulvic acid og ég elska Silajit. Silajit er raunverulega, ef það væri bara einu vara í búðinni sem ég mætti bara taka af öllum þessum 100 vara sem við erum með, þá myndi ég velja Silajit. Þegar ég fæ raunverulega allt sem ég þarf og það var einmitt þannig kúr sem ég setti upp með svona hreinsunarkúr með sítrónunum var að leyfa mér að taka Silajit á 5. degi. Þegar ég fór í 21 daga hreinsun, á 5. degi tók ég Silajit og það hélt mér alveg út og ég gat mætt á æfingar og á 4. degi þá fór ég að taka kreatín og ég tók alveg 30-60 grömm kreatín á dag svo ég myndi ekki missa vöðvana og halda líka góðri orku, svefninn var líka miklu betri, það var allt miklu betra.
Þannig að ég mæli eindregið með Silagit. Já, þetta er mjög magnað sko. Það sem ég er farin að gera er þegar ég fæ mér ekki kaffi á morgnana, ég fæ mér heitt vatn með Gilledit Já. og það er svart eða dögt, Mm. þannig að það er bara svona, og það er náttúrulega ákveð bragð af því, en Já. það kemur alveg í staðin fyrir kaffi og er náttúrulega að styrkja mann meira heldur en kaffi. Já. Einn vinur minn sagði þetta er eins og franskt kaffi. Og ég hló bara. Hann er frá Frakklandi en hann sagði þetta Silagit er eins og franskt kaffi. Já, en það er ekki, sko, ég myndi nú ekki alveg segja það því það er þetta öðruvísi bragð af því, en leiðum að aðlagast bragðinu, það er þetta bara rosalega góður drykkur, mér finnst það æðislegt. Já, ég setja bara í munninn og ég finn hvað ég bara jartengi strax. Já, Og svo náttúrulega er það blóðhressandi, þú veist, ég er að fá, þú veist, yngra fólk með bólur og svona og eftir nokkra daga eða nokkra 2-3 vikur þá eru allar bólurnar horfnar. Þú veist, að þetta líka, þú veist, hjálpa hormónakerfinu og öll steinefnin okkar eru náttúrulega að hjálpa hormónakerfinu, ónæmiskerfinu, þú veist, sogakerfinu. það er stórkostlegt og það er náttúrulega sogaðkerfið er svolítið mikið mála því það er náttúrulega hitt útskólunarkerfið úr líkamannum. Já. Það er ekki bara ristill og þarma, það er sogaðkerfið sem skiptir bara mjög miklu máli. Já. Það er alveg frábært. En segð mér, ertu með stefnu fyrir fyrirtæki núna fram í framtíðina? Já, við erum með eiginlega 5 ára plan. Já, Við erum ekki með stefnu að stækka neitt á Íslandi þar að segja við erum með fleiri verslanir. En við erum með stefnu á að stækka fyrirtæki hérna, þar að segja húsnæði okkar er 300 fermetrar og við erum ekki að nota það allt, þannig að við viljum vera með lagar annars staðar, þá getum við stækka verslunina og fara að flytja meira matvöru og svona lífrænni matvöru og við erum alltaf að bæta við. Það verður áfram eins og til dæmis að við erum nýbúin að taka inn kaffi og te frá Danmörku og frá Kenía kaffi og svo er hugmyndin að vera með kaffivél og bjóða upp á te og kaffidrykki á sanngjörnu verði og og svo bara bæta alltaf smátt og smátt og smátt. Við erum ekkert að flýta okkur, við erum bara að leyfa okkur líka, við erum að læra mikið, við erum að þroskast og þróast, skilur, en búin mun stækka og það eru kröfur það að við stækkum meira, við erum búin að finna það frá okkar viðskiptavinum og er ofta að biðja okkur vörur sem við erum mikið með, þannig við erum að bæta alltaf við meira og meira og meira. Já, og þú hefur stækkað svolítið mikið á síðasta ári verslunin. Já, það stækkaði mjög vel á síðasta ári og við bættum við mjög mikið af flottum vörumerkjum sem ég er búin að vera að skoða mjög lengi en það hafði ekki gefist tími til þess að taka þau öll inn þá. En við tókum, í fyrra tókum við alveg 10 eða 11 ný vörumerki. Það er rosalega mikið, sko. Já, og þau eru öll orðin mjög vinsæl hjá okkur í búðinni. Já. Við erum ekki að dreifa mikið af vörunum okkar út allt, sko. Við dreifum hluta af vörunum eins og magnesíumduftinum, þannig að kalminu, við dreifum því og við dreifum Dr. Bronnes og smá af Dr. Mercola. En þetta voru fyrstu merki sem við reynilega byrjum með. Það er kalmi og fyrsta merki sem ég byrja með, svo tók ég inn Source Naturals, svo kemur Dr. Bronnes og Dr. Mercola. Og það er frá 2012 sem við tókum Dr. Bronnes og Dr. Mercola. Það er búin að vera það alla götu síðan. Sko. Það er náttúrulega bara, Mercola bætefnin eru alveg ótrúlega flott og hann er blöndur sem er mjög merkilegar og mikilvægar. Svo það er ég gleðst því að þú skulle alltaf taka inn smá matvælinn því að stundum langar mann að geta keypt eitthvað sem ekki finnst í matvörumörkuðunum. Já. Og þó að sko, ég veit að Netto er búið að vera að gera nokkuð góða hluti með sínar heilsuvörudeildir en það er, ég er ekki að finna til dæmis ákveðna baunir sem ég vildi kaupa og eitthvað fleira þannig að það er svona, það er gat. Já, það er það og þetta mun, ef við fyllum það ekki þá er einhver annar sem mun fylla það gat sko, en það er náttúrulega, þetta eru svo fá verslanir eftir, þetta er eiginlega nokkuð sorglegt sko. Já, það er það út af fyrir sig. Eina sem að ég myndi segja þyrfti hjá þér, það er fleiri bílastæði. Já, ég vil sko helst hafa engin bílastæði, þá getur fólk labbað, nei. Já. Það er kannski, það er hægt að labba einhvers staðar frá, en það er náttúrulega alls staðar. Sérstaklega þegar góður skafrenningur, þá getur þú labbað til okkur, nei. Heyrðu, en þeir sem ekki ætla að labba og þeir sem að finna bílastæði fyrir framan búðina hjá þér, ef ekki finna bílastæði, þeir getur náttúrulega alltaf panta vörur á netinu. Algjörlega, og svo náttúrulega er alveg mjög mikið flæði hjá okkur, þannig að það er hægt að leggja hérna í kring
og svo labba bara til okkar hérna rétt hjá, það er ekkit Já, vandamál. ég er bara svona aðeins að grínast með þetta. Já, já, þetta er alveg rétt hjá þér sko, við erum að vinna aðeins í bílastæðamálunum en við sjáum hvað verður í framtíðinni sko. Já, af því ég veit að sko það er allstaðar að fækka bílastæðum og það er allstaðar orðið bitbein hvert einasta bíl sem hægt er að leggja í, þannig ég bara skil þetta mjög vel. Já, þegar við vorum niður í miðbæ líka með litla verslun það var mjög, fólk kvarta oft yfir bílastæðavandamálunum en það miðbærinn, hann er orðinn allra vestur til að fá bílastæði sko. Hann er orðinn nokkuð þéttur og svo ef þú ert ekki með rétta appið, það getur ekki lagt. 1 af 300, já. Þau eru orðin ansi mörg sko. En ég bara óskaði góðs gengis í framtíðinni því að það er náttúrulega greinlegt að þú ert, táningurinn er enn að vaksa. Algjörlega, ég er að yngjast. Þú ert yngjast, já við erum alltaf yngjast, það er sá tími núna sko. En takk fyrir spjallið og takk fyrir stuðningi gegnum tíðina við þáttinu, takk hérlega. Takk svo við, á það gott.